Gleðilegan hvíldardag, kæru vinir. Gaman að sjá ykkur öll, hjartanlega velkomin að þessa dásamlegu stund. Já, við skulum hefja þessa stund með bæn. Kæri Drottinn, ég bið þig að vera hér mitt á meðal okkar í dag og vilt þú tala til hjartna okkar. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Við skulum byrja því að syngja sálma númer 64, Þú hæsti Guð, 64. Nú skulum við rísa á fætur og opna Biblíun okkar í Orðskviðanum, 22. kafla og 29. vers. Sjáir þú mann vel færan í verki sínu, hann getur boðið konungum þjónustu sína, eigi mun hann bjóða sig ótignum mönnum. Við skulum biðja. Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir þennan yndislega dag, við þökkum þér fyrir hvíldardaginn og við þökkum þér fyrir þessa athöfn sem við erum það bil að hefja hér. Ég vil þakka þér fyrir dásamdir þínar sem þú hefur gefið okkur bæði í sköpuninni og í lífi sonar þíns.
Við þakkum fyrir Jesú Krist sem dó á krossi fyrir okkur og vill gefa okkur eilíft líf. Vilt þú, Drottinn, hjálpa okkur að vera líka blessun fyrir aðra í þessu þjóðfélagi? Vilt þú blessa ræðumanninn og tala í gegnum hann til okkar með þínum heilaga anda og viltu blessa líka þann sem skýrir prestinn okkar hér. Ég biði í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við syngja annan sálm og það er sálmur 213, Sjá lausnarinn bíður. Já, lausnarinn hann bíður eftir okkur. Og Drottinn, við þökkum þig fyrir þennan fallega sálm. Við skulum núna taka upp gjafir og þær renna í safnaðarsjóð, ef við skil rétt. Nei, það renna í World Mission Budget GC. World Mission. Heimstrúboði. Við skulum biðja. Kæri Drottinn, við þakkum þér fyrir alla góða gjafir sem við þiggjum úr þinni hendi. Vilt þú blessa þessar gjafir og margfalda og mætti þær verða þínu starfi til blessunar, þér til dýrðar. Hjálpaðu okkur, Drottinn, að vera gjafmild eins og þú ert gjafmildur. Í Jesú nafni. Amen.
Jæja, þá komið að barnasálmi. Eru einhverjir krakkar hérna inni? Mér sýnist ég sjá alveg þó nokkuð marga krakka. Einhverju velkomið að koma hérna fram með viljið og við skulum gera svo, allar hreyfingar. Getið þið tekið, kannski Guðrún, getur þú tekið þessar töskur svo þú getur sest þarna, krakkarnir? Og við ætlum að syngja Stór og smá. Byrjum á því. Jesús elskar stór og smá. Með eitthvað í töskunni minni hérna. Getið þið giskað hvað það Those who want the English translation, there are translation systems at the back. Það gat efst og maður getur settið hluti inn í það. Og stundum hristir maður það til að heyra hvort það sé orðið fullt. Hvað þetta? Ekki með að sjá. Þetta sparibaukur. Já. Og hver á sparibauk heima? Ekki, nei, kannski bankareikning? Já, hérna, já, getur þið séð peningana hérna, þeir faldir kannski? Það ekki hægt að séð peningana, nei. Hafið þið opnað hann og tekið peningana út kannski? Já, hefur þú gert það? Já. Og viljið þið frekar spara peningana? Eða eyða þeim? Hvað meira gaman? Já, það rétt. En ég með spurning. Myndið þið setja venjulegan pappir í sparibaukinn? Myndið þið gera það? Nei. Hvað með dósatappa? Nei, ekki dósatappa? Hvað setjum maður í sparibaukurinn? Peninga? Er það ekki? Jú. Það því maður getur ekki keypt neitt með pappír eða dósatappa. Er það ekki? Bara með peninga. Og nú skulum við hugsa heilinn okkar. Heilinn svolítið eins og sparibaukur. Hann geymir það sem við sjáum og heyrum og lærum. Og það kallast minni. Heilinn man góða hluti, en hann man líka hluti sem ekki góðir. Og ímyndið okkur að þið setjið 1 pening í sparibaukurinn í þessari viku, en í næstu viku setjið þið bara pappír. Og svo gerir þið það aftur og aftur, og þegar sparibaukurinn verður fullur, bara helmingurinn peningar. Hinn helmingurinn pappír. Pappírinn mikils virði? Nei. Jesus vil ekki að við fyllum hugan af hlutum sem hjálpa okkur ekki. Hann vil að við fyllum hugan af góðum hlutum. Og hann vil að við lærum Guð, lesum Biblíuna og munum það sem satt og gott. Og þessi hlutur hjálpa okkur að verða meira eins og Jesus. Og það var sagan
fyrir í dag. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, María. Takk fyrir krakkar. Þau eru búin að vera svo stillt og dugleg. Nú er komið að hann Jóel. Gjörðu svo vel, Jóel. Að predika til okkar. Ég verð þarna aftast að þýða yfir á ensku, ef þið viljið. María, gjörðu svo vel, Jóel. Takk ykkur fyrir og gleðilegt sumar öll sömul. Gaman að sjá svona mörg andlit þrátt fyrir að þessi tími nú mitt til þess að ferðast og svoleiðis. Ég vona að þið hafið haft það gott þrátt fyrir veðrið. Það eru nú sumir sem að fara erlendis í leita að sólinni á þessum tíma en við höfum allan að fengi einhverja góða daga. Ætlaði einhver að þýða eða það verður í tækjum. Glæsilegt.
Já, ég fæ allavega ekkert sumarfrí. Skólinn heldur áfram, eins og flest ykkar vitið, þá er ég í prestnámi gegnum netið og eins og þá er ég að taka einn áfanga sem fjallar einmitt það hvernig maður getur verið kristinn leiðtogi og þar áður þá tók ég áfanga sem fjallaði Mósebækurnar. Og mér langaði í dag til þess að deila með ykkur erindi sem ég lærði út frá Mósebókunum sem talaði til mín virkilega, svo lítið sem ég hafði aldrei tekið eftir áður. Við fórum í gegnum aðalega fyrstu Mósebók og þegar við komum alveg í lokin og töluðum síðustu aðalpersónu bókarinnar sem hann Jósef, þá tók ég eftir svolítið varðandi hans persónuleika sem ég hafði í raun aldrei tekið eftir áður. Og mér langar til þess að deila því með ykkur í dag. Jósef er mjög athyglisverð týpa, hann er athyglisverð persóna því að hann er mjög svipaður og tvær aðrar manneskjur sem við finnum. Hann gekk frá því að vera alveg á botninum í sínu samfélagi og reis upp til að vera næstráðandi í kraftmesta heimsveldi sem þá var til, Egyptalandi. Fór alveg frá botninum upp á toppinn, svolítið svona eins og ameríski draumurinn. Og vitið einhverja aðra sem upplifuðu það sama, sem fóru alveg frá því að vera á botninum í sínu samfélagi upp að vera næstráðandi eða hæstráðandi einstaklingur landsins. Davíð, alveg rétt. Einhver annar? Ég held að Daniel ætti að vita. Daniel var þræll, hertekinn frá Ísrael og endaði svo með því að vera næstráðandi í Babylon og svo háttsettur embættismaður í Persaveldi. En hann Jósef, hann skara sig svolítið fram úr þegar kemur að þessum þremur mönnum. Og við viljum sjá það þegar við lítum á hann. En hvernig eiginlega fóru þessi menn að því að fara frá því að vera alveg á botninum upp í það að vera svona hátt settir? Já, við fáum smá vísbendingu í textanum sem hún Vigdís las fyrir okkur áðan, sem finnst í Orðskviðunum 22:29. Sjáir þú mann vel færan í verkum sínum, hann getur boðað konungum þjónustu sína. Svo ef maður stendur sig vel í litlu atriðunum, þá getur þér verið treyst fyrir meiri og meiri ábyrgð þangað til að þú veitir meira segja heimskonungum þjónustu sína eins og var hjá þessum mönnum. Þeir voru allir mjög trúir og djarfir þegar kom að vinnunni sinni. En af þessum þremur mönnum, Davíð og Daniel og Jósef, þá tók ég eftir svolítið athyglisverð með hann Jósef og við sjáum það eiginlega mjög seint í sögunni hans, eftir að hann er hertekinn og leiddur til Egyptalands sem þræll. Ef við lítum aðeins á hann Davíð, hann var maður sem gekk eftir Guðs hjarta. En þegar allt var klappað og klárt og friður ríkti í Jerúsalem, þá sjáum við hann í Samúelsbók 11 standa upp á konungshöllinni sinni og lítur svona yfir borgina og tekur eftir einhverju sem hann átti ekkert að vera að líta á. Og munið hvað það var? Hann sér þar konu sem var kona annars manns sem var að baða sig og í stað þess að líta í burtu, hvað gerir hann? Hann lætur senda eftir henni og það endar með því að hann barnar hana. Og við sjáum að Jósef lendir í mjög svipuðum aðstæðum. Ef við lesum í fyrstu Mósebók, kafla 39, og ef við tökum upp þráðin í versi 7,
þá sjáum við hvað hann gerir þegar hann finnur sig í svipaðri aðstæðu. Hann var nú orðinn þræll og vann í húsi Pottifers og hafði staðið sig mjög vel, svo vel að kona Pottifers fer svona aðeins að gæja augunum í hann og við lesum hér, eftir þetta bar svo til að kona húsbónda hans renndi augunum til Jósef og mælti, leggstu með mér. En taki eftir í hvað Jósef segir hér. Hann færðist undan og sagði við konu húsbónda síns, hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga á móti Guði. Taki eftir þessu. Þegar Jósef lendir í mjög svipuðum aðstæðum og Davíð, hvað það fyrsta sem honum dettur í hug hér? Hvers vegna vill hann þetta ekki? Hann vildi ekki synga gegn Guði. Hann hafði þessa tengingu við Guð sinn. En þegar Davíð vegnaði vel og hann hafði fengið allt sem hann hafði þörf á, hafði sigrað alla óvini sína og allt var í góðu og hann sér þessa konu baða sig, þá dettur honum ekki í hug, hvað myndi nú Guð vilja að ég geri í þessum aðstæðum? En við sjáum það hér með Jósef. Og hann hélt í þessa skoðun meira segja þegar að þrýstingurinn jókst. Við sjáum það í versi 12. Hún greip í skikkju hans og mælti, leggstu með mér. En hvað gerir hann? Hann lét skikkjuna eftir í hendi hennar og flýði og hljóp út. Svo hann stóðst ekki bara freistinguna, heldur hljópan hann bókstaflega í burtu frá henni. Og þetta kostaði honum dýrlega, af því að við yfirleitt hugsum nú féll ég í freistingu, bara ef ég hefði gert það rétta, þá myndi nú allt ganga vel. En þannig er það yfirleitt, þannig er það ekkert alltaf. Stundum kostar okkur að gera það sem er rétt. Ég las í morgunbæninu minni, Sálm 37 og í þeim sálmi þá tók ég eftir því að þeir réttlátu eru svona grátandi til Guðs, segjandi, það gengur allt svo vel hjá þeim sem eru óheiðalegir. Óheiðalegir, þeir geta svindlað og komist lengra í viðskiptum og svoleiðis og allt gengur svo illa hjá okkur sem eru heiðaleg. En Guð segir auðvitað, þeir sem eru óheiðalegir hafa fengið sín laun og það bíður þeirra dómur eins og hjá öllum öðrum. En það er samt ákveðin rök í þessu. Ef að maður er óheiðalegur þá getur maður gert eitthvað sem að þeir sem eru heiðalegir geta ekki gert. Og við sjáum það einmitt hér í sögunni með Jósef, konan fékk ekki það sem hún vildi, svo hún býr til einhvers konar rosalega legasögu og segir að hann hafi reynt að ráðast á hana og í versi 20 þá tekur húsbóndinn Jósef og varpar honum í fangelsi. Þá lét húsbóndi Jósef taka hann og setja í fangelsi. Hann var saklaus en samt fangelsaður fyrir það að gera það sem rétt var. Og þegar ég var í þessum áfanga og lærði svona aðeins baksögu bókarinnar og við vorum einmitt að tala fornleifafræðinga þarna áðan, við verum að passa okkur þegar við að týna okkur ekki í svona baksögu biblíunnar og hvernig það var á þessum tíma, en ég lærði eitt mjög athyglisvert. Jósef hefði sennilega geta gert þetta, sofið með þessari konu og algjörlega komist upp með það. Af því á þessum tíma, ef þú varst þræll eða ambátt,
þá varstu tæknilega séð ekki persóna, heldur þú varst eign. Svo fyrst að Jósef var eign þessara konu, þá gat hún sennilega sofið hjá honum og það hefði ekki talist framhjáhald. Við sjáum það með Abraham og Söru. Hún segir við Abraham, leggstu með ambáttinni minni og þú getur eignast barn með henni, og þá verður það barn Söru því að hún á ambáttina. Og eitt annað sem er athyglisvert við þessa sögu, sagan lýsir Pottifer og stöðu hans, og ef maður kíkir í grunntextan, þá bendir hann til þess að Pottifer hafi verið, hann hafi verið, hvað kallast það nú aftur, þegar maður getur ekki eignast barn, ófrjór, en hann var gerður ófrjór, ég man ekki orðið yfir því. Hann vann í húsi Faraós, og orðið sem er notað yfir stöðu hans sama orðið og er notað yfir eunuch á ensku, ófrjóm manni. Svo það er möguleiki á því að kona hans gat hreinlega ekki eignast barn með honum, og að þetta hafi verið ástæðan fyrir því að hún vildi eignast barn með honum Jósef. Það er auðvitað ekki að sanna það, en það bendir til þess að Jósef hefði alveg getað haft samfari með henni og það hefði ekki kostað hann. Samfélagslega séð þá hefði ekkert gerst við hann. En hann leit ekki á það þannig. Hann segir við hana, hvernig get ég gert þetta og syngað gegn Guði? Og hvað hefði Guð sagt við Abraham? Guð leit ekki svo á þegar hann eignaðist barn með Hagar, að þetta sé hið lofaða barn. Hann sagði Ísak, taktu son þinn, einkason þinn. Svo Jósef kærði sig ekki hvað samfélagi sagðist vera rétt og gott, heldur hvað Guð leit á sem gott og rétt. Og hvað gerðist við hann? Honum var varpað í steinin. Og sem verra þá fékk hann ekkert að vita í hversu langan tíma hann átti að dúsa í fangelsi. Ef við berum hann aftur saman við Davíð og Daniel, þegar þeir brutu af sér, þá fengu þeir allavega að vita hverjar afleiðingarnar yrðu. Þegar Davíð syngaði, þá kom spámaðurinn Natan til hans og sagði, þú mátt velja hvaða afleiðingar þú vilt upplifa. Og hann valdi einfaldasta möguleikana. Það myndi koma plága yfir Ísrael í 3 daga og mörg þúsund manns dóu í kjölfari, en hann í raun og veru slapp. Hann auðvitað misti barnið sem hann eignaðist með henni, með konu Úría, en hann í raun og veru slapp. Og þegar hann braut lög Persana með því að halda áfram að tilbiðja hinn eina sanna Guð og varpaði í ljónagryfjuna, þá sagði konungurinn honum allavega hvenar hann myndi fá að komast út, ef hann myndi lifa af. Konungurinn segir í kafla 6 í Daniels bók að hann myndi koma daginn eftir og sjá hvort að Guð hafi bjargað Daniel. En Jósef, hann fékk ekkert að vita hvenar hann myndi fá að komast út. Hann fékk ekkert að vita í hversu langa tíma hann myndi dúsa þar. Og sem verra var, þegar hann loksins fékk smá von að fá að komast út, þegar hann hitti annan fanga sem hann átti að sleppa, þá segir hann einmitt við hann, minnstu mín þegar þú kemur aftur til Faraós. Og fanginn segist að gera það, en svo lesum við í 1. Mósebók 40, versi 23, hann minntist ekki Jósef, heldur gleymdi honum. Svo
eftir að hafa gengið í gegnum allt þetta, hvað hélt honum gangandi? Ég reyna að setja sjálfan mig í fótspor Jósef hér og ég veit ekki alveg hvað ég myndi gera. En hvað gaf Jósef eiginlega tólin til þess að geta haldið út? Já, hann hafði 2 vopn í vopnabúri sínu sem hann notaði til þess að komast í gegnum þessa reynslu. Og við fáum vísbending út í það fyrsta hér í Sálmi 105, versum 17-19. Hér stendur, hann, drottinn, sendi mann á undan þeim, Jósef, sem seldur var í þrældóm. Fætur hans voru hneftir í fjötra og járn lagt háls hans, þar til orð hans rættust og orð drottins reyndi hann. Svo Jósef hafði fengið spádóma frá Guði sem ættu að rætast og hann var settur í fjötra og þurfti að dúsa í fangelsi þangað til að þeir myndu rætast. Því var sagt fyrirfram. En þessi orð, þau reyndu hann. Hann þurfti hann þurfti að ganga í gegnum þessa reynslu og það krafðist þolinmæði og það einmitt það sem hann hafði. Það var fyrsta vopnið í vopnabúri hans til þess að komast í gegnum þessa erfiðu tíma. Hann var þolinmóður. Og þolinmæðin kom ekki bara á einni nóttu, heldur óx hún í gegnum reynslu hans. Hitt vopnið sem hann hafði í vopnabúrinu sínu var trúfesti. Við sjáum það í 1. Mósebók 39, versum 2-4. Þar stendur, drottinn var með Jósef, svo að honum vegnaði vel. Húsbóndi hans sá að drottinn var með honum, þá fann Jósef náð í augum hans og hann gerði hann yfirráðanda yfir húsi sínu. Svo þegar Jósef fann sig í þessari stöðu sem þræll, þá var drottinn samt með honum í gegnum þessa reynslu og honum vegnaði vel. Svo vel í verkum sínum að húsbóndinn tók eftir því og gaf honum meiri og meiri ábyrgð. Og það var ekki bara í þessu eina tilviki sem að þetta gerðist. Meira segja þegar að Jósef svo tekinn og hentur í fangelsi, þá sjáum við það sama gerast. Ef við lesum í kafla 39, versum 21-22, þá lesum við, drottinn var með Jósef og fangavörðurinn fól Jósef umsjón allra fangana. Svo honum vegnaði svo vel í fangelsinu að þessi fangi, honum var gefin ábyrgð yfir hinum föngunum. Hann var orðinn svona eins og fangelsisstjóri sjálfur. Og þetta tala til mín að því að þegar ég lendi þá í slæmum aðstæðum, sérstaklega ef ég ger eitthvað sem er rétt en samt refsað fyrir það, þá get ég spurt sjálfan mig að þessu. Hvað gott get ég gert í þessum aðstæðum? Þið hafið öll ábyggilega einhvern tímann lent í aðstæðum þar sem eitthvað fer úrskeiðis, eða ekki? Hver hefur ekki upplifað slíkt? Kannski þið á ferðalagi og bíllinn bilar, svona eins og þegar við hjónin fluttum til landsins. Og hvernig eigum við að bregðast við? Við getum valið tvennt í slíkum aðstæðum. Við getum sagt, af hverju ég? Af hverju þurfti þetta að gerast við mig? Eða við getum spurt okkur, hvaða gott get ég gert með það sem mér hefur verið falið þessum aðstæðum? Aðstæðurnar hafi ekki breyst, það eina sem hefur breyst er viðhorfið. Þegar við lítum á Jósef, þegar hann var tekinn af bræðrum sínum og seldur í þræladóm, hann hefði getað spurt, af hverju ég? Hvað gerði ég rangt? En nei, drottinn var ennþá með honum og hann
Og hann hélt áfram og notaði það sem hann hafði til þess að gera gott, þangað til að fólk byrjaði bókstaflega að taka eftir því og veit honum meiri og meiri ábyrgð. Og eins þegar hann lenti í fangelsinu, hann hefði getað spurt, af hverju ég? En hann gerði það ekki. Hann sagði, hvaða gott get ég gert með það sem að ég hef? Það er sorglegt að lenda í leiðindum. Engum finnst það gaman. Og sérstaklega ef að maður fæðist inn í það. Ég meina til dæmis, það er til svo mikið af fordómum í heiminum. Kynþáttafordómar og svoleiðis. Fólk er dæmt fyrir það að vera það sem það er. Og það er sorglegt. En það sem er ennþá sorglegra er að þegar fólk heldur að þá sé lífið hreinlega búið. Þannig var það ekki með Jósef. Sama hvað gerðist við hann, þá hafði hann alltaf þetta hugafar. Hvað get ég gert með það sem ég hef? Hvað gott get ég gert með það sem ég hef? Svo ég vil endilega hvetja ykkur þegar þið lendið í veseni, og það mun gerast, sérstaklega þegar maður hefur tilengað lífi sínu Jesú. Það mun gerast að hlutir munu fara úrskeiðis. Minnstu Jósef. Minnstu þess að þótt að allt fari úrskeiðis, þá þýðir það ekki að Guð sé farinn. Guð er enn að verka. Og við lesum í Rómverjabréfi 8:28, við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs. Og að lokum vil ég einnig lesa fyrir ykkur þennan texta sem að tala til mín úr öðru Kórinthubréfi 12:19. Þegar við finnum okkur í slíkum aðstæðum, þá getum við munað, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Þegar við erum á okkar versta stigi, þá getum Guð sem sagt blessa okkur svo ríkulega. Sterkustu kraftaverkin hans eru svo sýnileg þegar við áttum okkur á því að við getum ekki gert neitt. Svo að gera hið rétta getur kostað okkur í núinu, en Guð mun að lokum endurreikna það til góðs. Og ég bið þess að þið megið upplifa það í ykkar göngu með honum. Við skulum biðja. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir þær reynslusögur sem við höfum í Biblíunni, og Drottinn að þú ert ekki bara með okkur þegar allt gengur vel, þú ert líka með okkur þegar hlutirnir fara úrskeiðis. Við biðjum þess að við megum minnast þín þegar á reynir, og að við megum líta á aðstæður okkar með jákvæðum augum og spyrja, hvað getum við gert til þess að bæta úr þessu? Hvaða gott getum við gert með það sem við höfum fengið? Bið þess að þú megir blessa okkur og að við megum halda áfram að vera þér þóknanleg með okkar lífum. Að við megum segja eins og Jósef, hvernig getum við gert þetta og syngað gegn Guði? Drottinn hjálpaði okkur að halda fast í þig og samband okkar við þig. Af því þú hefur jú lofað að allt mun reiknast til góðs fyrir þá sem að elska þig. Við biðjum fyrir því í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir þetta, Jóel, þessi dásamlegu hvatningar orð. Já, nú skulum við byrja því að syngja sálmi númer 331, Allt til Jesús glaður gef ég, og svo hefst skírnar athöfnin eftir þann sálm. Hvað segir þið?
Já, gjör svo vel, Gustavo. Það þarf að koma hérna fram. Happy Sabbath, everyone. Gleðilegan hvíldardag, Samuel. Yeah. So this is a morning to celebrate. Já, þetta morgun sem við fögnum með svona celebración esta mañana. Because in this morning, we will have a baptism. Því að nú þennan dag verður skírn. Fernando, he will be baptized this morning as he accepted Jesus Christ. Fernando, hann verður skírður núna í dag því að hann búinn að taka við Jesú Kristi. And I want to invite Fernando here in the front. Bjóða Fernando að koma hérna fram. I'm going to ask him 3 questions. Það spyrja hann 3 spurninga og þetta skírnareiðurinn. And you have to answer. Og ég bara með hann á So the spænsku whole því að verður community bara here. vera þolinmóð. Okay, I'm going to ask you in Spanish. Já, ok, hann ætlar að spyrja hann á spænsku. Okay. Fernando, ¿acepta a Jesús Cristo como su Salvador y Señor personal y desea vivir su vida en una relación salvadora con Él? You wanted to translate or not? I don't have it. I only have it in Spanish, you know. Oh, okay, they have here. Já, það Okay. er þarna uppi, dásamlega. Pregunta 2. ¿Acepta las enseñanzas de la Biblia, tal como se expresan en la Declaración de las Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y promete, por la gracia de Dios, vivir su vida en armonía con estas enseñanzas? Y desea ser bautizado como una expresión pública de su fe en Jesús Cristo, ser aceptado en la comunión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y apoyar a la Iglesia y su misión como un mayordomo fiel mediante su influencia personal, sus dízimos, ofrendas y una vida de servicio? Okay, so I'm gonna ask now for our members here from our church who accepts Fernando as our member in family. Raise your right hand. Má ég sjá hendur ykkur sem takir við honum Fernando inn í sofniðin? Amen to that. And Amen. in instance, we're gonna baptize him. So I Þannig think að we're gonna sing now, right? Or Já, I don't- nú verður hann skýrður, nára se va a bautizar y Elisa va a tocar el himno. I'm gonna change and I'll be right back. Hann að fara skifta föt. Ahora Fernando, siéntate aquí y cuando él entra a la alberca, te vas ahí dentro. Ok, þá skulum við bara, eigum að syngja salminn sem var á undan eða eigum að syngja Svo aumur sem ég er, hvað segir Elisa? Ok, við syngjum 3 vers. Vamos a cantar 3 versículos.
Fernando adelante para alberca. So I'm really, really happy for having this celebration here this morning. Ég er svo gladur að við erum að fagna hér saman í dag. Estoy tan feliz de que estamos celebrando aquí el día de hoy. And every time that someone gives his or her life to Jesus, there is celebration in heaven as well. Alltaf þegar einhver gefur líf sitt Jesús þá fögnuður á himni. Cada vez que alguien da su vida a Cristo, hay una celebración en el cielo. And today the heaven will have a huge party for you, Fernando. Og í dag mikil hátíð á himnum. Hay una gran fiesta en el cielo para ti, Fernando. And now, for the forgiving of all your sins, Og fyrir fyrirgefningu synda þinna, the erasing of your past, y por el perdón de tus pecados og það að þurka út fortíðina y para eliminar tu pasado, and the beginning of a new life, og fyrir byrjun nýs lífs para empezar una vida nueva, I baptize you now in the name of the Father, te bautizo en el nombre del Padre, the Son, del Hijo and the Holy y Spirit. del Espíritu Santo. Amén. So, I present you our newborn baby this morning. Okkar hér í dag. Es un niño nuevo en la fe. You're part of our family. Ahora tú eres parte de nuestra familia, þú ert hluti af okkar fjölskyldu. And I can't go out of here Ég kemst ekki hérna út, no puedo salir de esta alberca, without one invitation. áður en Yeah. ég kem með boð, antes de invitar. Is there anyone this morning Hay alguien aquí este día, who is seated there, einhver hér inni sem situr hér, who's willing to give his or her life to Jesus, just Que- as Fernando did now? que está sentado aquí, que quiere dar su vida a Cristo, así igualmente como Fernando hizo, para rétt eins og Fernando gerði, að gefa líf sitt til drottni. Was there anyone who want to start, at least study the Bible for preparing for baptism? Einhver sem vil undirbúa sig jável fyrir skírn, alguien que quiere prepararse para el bautismo, por ejemplo, estudiar. Okay. So, before I leave, I want to do just a small prayer, and then we're going to change, and we're going to proceed to the other things that we have to do. Nú ætlum ég að vera með bæn og svo ætlum við að fara að skipta föt. Ahora voy a hacer una oración y luego vamos a ir a cambiarnos. Let's pray. Dear Heavenly Father, Kæri drottinn á himnum, querido Señor que estás en el cielo. I know that the heavens now are in celebration. Ég veit að á himnunum mikil veistla. Yo sé que hay mucha celebración en el cielo. Because Fernando gave his life to you. Af því að Fernando búin að gefa líf sitt þér. Porque En- Fernando ha dado su vida a ti. And he decided publicly to surrender to you, Father. Og hann búinn að taka þessa opinberu ákvörðun að gefast þér. Ha tomado esta decisión pública para entregarse a ti. May his life serve as an example for the others around him. Megi líf hans vera levað fyrir aðra, que su vida sea vivida para otros. May he represent your kingdom here. Megi hann vera góður einhver sem sýnir fordæmi himnaríkis hér á jörðu, que sea un representante de Dios aquí en la tierra. And please keep him, protect him,
and those around him as well. Viltu vaka yfir honum og vernda hann og alla þá sem eru kringum hann. Te pido que lo protejas, que lo cuides y a todos que están a su alrededor. And if there's someone here in this morning that it's still taking a decision, Og ef einhver hér inne þá að hugsa málið, si hay alguien aquí todavía que lo está pensando, please may your Holy Spirit enter their hearts and make them take this decision. og megið heilagur andi þinn fara inn í hjarta þessa einstaklings og hann taki rétta ákvörðun. Que el Espíritu Santo entre en el corazón de este individuo para tomar una decisión. Forgive our sins. In Jesus' name we pray. Við biðjum það í Jesu nafni, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. Þá komum við að söngstund. Það svo gaman að syngja saman á meðan að verið að klæða sig í þurrföt og þurrka sér. Þá ætlum við að syngja. Nú skulum við syngja sálminn númer 361, Drottin skjól.
Já, þetta var dásamlegur sálmur. Þetta er uppáhaldssálmurinn minn, einn af mjög mörgum. Ok, nú skulum við syngja sálmur númer 348, Ég vil fylgja frelsaranum. Nú skulum við syngja sálminn númer 384, Gefðu gætur að Jesú. 384.
Amen. Nú skulum við koma, semst öll biðja saman fyrir honum Fernando. Vamos a orar de una manera muy especial por Fernando. Gustavo ætlar að koma hérna upp. Við skulum... Fernando, can you come here in the front again? Sí, ponte está bien, sí, está bien. Para que Ana pueda traducir. And I also want to call Kitty. Kitty ætlar að koma líka. Who else? Hver ætlar að koma líka? Joel? Joel, Gesuel. Joel, come du. Come du, Joel. Komdu hérna með mig. Við ætlum að biðja fyrir nýjum meðlim okkar og ég ætla að biðja ykkur þau sem að treysta sig til að standa upp eða krjúpa með til bænar. Kæri himneski Faðir, kæri himneski Faðir, ég bið þig að vera með okkur og leiða okkur öll og vernda. Við þökkum fyrir þessa miklu gleði sem við höfum að vera hér með bróður okkar sem var að taka þá ákvörðun að gefa þér líf sitt. Kæri Faðir, við viljum leggja hann alveg sérstaklega í þínar hendur. Kæri Faðir, að hvert sem hann fer og hvar sem hann að hann með vera þinn boðberi. Kæri Faðir, að þú meir blessa hann og leiða hann, að þú gefa honum ríkulega þínum heila anda, að hann megi vera þjónn hinn æðsta. Kæri Faðir, við biðjum þess að hann megi leiða aðra, bæði með fordæmi sínu að gefa þér líf sitt og með orðum og gjörðum í gegnum lífstíðina með þér. Kæri Faðir, við biðjum fyrir því að þú verið með honum, að þú megir ganga með honum á veginum, hvert sem hann fer og hvar sem hann Kæri Faðir, ég bið þess að við sem safnaðar systkini hans megum vera honum stuðningur í gleði og sorg. Kæri Faðir, við biðjum þig að vera með öllum þeim sem hér eru, sem að huglega að taka sömu ákvörðun, það að gefa þér líf sitt. Kæri Faðir, þú kallar og þú bankar á hjörstum okkar og þú biður að fá að koma inn. Og þegar við erum að fagna því að Fernando hefur gefið þér leyfi til að koma inn í líf sitt, þá vitum við það að þú bankar líka á hjörstu okkar allra. Kæri Faðir, ég bið þig þess vegna sérstaklega að vera með þeim sem hér í dag, sem huglega það að gefa þér sitt líf. Kæri Faðir, ég bið þig að þú meður veita okkur öllum af þínum heila anda og þú meður hjálpa okkur að gefa okkur þér á hverjum degi. Við biðjum þess að þú blessir Fernando og söfnuðin hér í Jesu nafni. Amen. And now we're gonna give him his birth certificate, his second birth Nú certificate. fær hann fæðingarvottorðið sitt. Það að segja andlega fæðingarvottorðið. Og örugglega blóm og gjöf líka, er það ekki? Er það ekki? So this is your baptismal certificate, your second birth certificate. And this is like our certificate and here our beliefs in the church. So welcome again and may God bless you. Nú erum við að bjóða hann formlega velkomin á Fernando en ég veit að þið vilja líka heilsa upp á hann og bjóða hann velkomin en skulum gera það þegar að eftirspilið búið. Vamos að það hefur verið að þýða fyrir hann. Þannig að nú ætlum við að syngja síðasta sálminn okkar, 299, minni sál vegnar vel.
Við náttúrulega gerum ekkert án undirleikarans okkar. Hún alltaf að fara að koma. Hún á leiðinni. Dásamlegt. Nú ætla Jóel að vera með blessunarorðin. Blessunarorðin sem ég hef valið eru tekin úr 4. Mósebók, kafla 6 og ég les frá versum 24 til og með 26. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn lát sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.
Ahora, Fernando, te pido que subas aquí porque todo el mundo te quiere felicitar. Vente para acá.